Við ætlum að halda áfram með neysluvarsteikninguna í sumarhús, þetta framhaldið sem sagt. Við ætlum að teikna rörlagnirnar inn. Við erum með teikningun okkar hérna. Við erum búin að setja inn táknin. Við ætlum að teikna inn rörlagnirnar og nýta tækifæri og lappar þá örlítið staðsetninguna á tengipunktunum hérna. Við gerum það þegar við haldum áfram með rörin. Við ætlum að byrja við að setja inn tákni hérna fyrir tengigrindina, eindagsgrindina og búa svo til eitt lítið hérna sem heitir fyrir tengikistuna sjálfa. Þess að hérna, deilikistuna, tengigrindin hér, tengikistu og deilikistan hér. Þú skulum setja þetta inn. Það tákn hérna fyrir mig heitir tengigrind. Ég tek hana einfallega og ég kópera og við erum að grípa hérna í hornið á. Sjá, það virkar ekki hjá mér. Ég þarf að kveikja hérna á hægri smella hérna á snappi hérna niðri. Staðsett mér hérna í hornið hérna. Tók svo rotate hérna sem ætla að nota rotate 90 gráður. Svona. Svona. Svo ætla ég að minnka hana, hún er alltaf stór hjá okkur og þurfum ekki svona stóra. Þannig að ég ljóma hana. Hægri smellir svo með músinni, nýta properties og þá báðu hérna upp glugga. Ég segir til sko thickness hérna, það stendur fyrir hæðina. Ég bara breyta því í 300, og start segment og end segment, það er sem sagt breiddin á henni hérna sé hvorum megin og við skulum fara bara með það niður í 100. Við ekki glemma því að þetta er ekki endilega sko raunteikning eða raunstærð af stykkinu. Þetta er meira frá táknræn. Hérna kemur síðan 1500. Skulum prófa að fara með hana hérna niður 300. Close. Nei, það vill ekki minnka sér svona. Við viljum bara aðra leið. Við viljum bara einfallega teki hérna í haldni hérna uppi og dreigja það til. Við munum að klippa út hérna til að breyta lengdinni. Þá einfallega gríp ég í, við getum ekki breytt henni hérna sjáum við, heldur grípum við í bláa punktinn hérna uppi, svona. Þá kemur hérna upp hvíti reitur sem þetta er 1500 í, við skulum hafa 500, slá bara 500 og enter. Svona, exa hérna properties bóksið okkar. Þetta er svona að færa hérna boxið örlítið utar. Fyrir að move og færa það til hliðar 150 mm. Hérna þarf að klippa aftur. Það er setja hans að pásu. Þetta maður starta aftur hérna. Við ætlum að færa til boxið. Vítið hérna move. Vel boxið space, grípið eitthvað staðar í það og rennið bara vel til hliðar. Slæði svona 50 mm og enter. Svona, þá ætti það að vera komið. Svona. Þá getum við fara að teikna upp. Byrjum að kalda þetta. Ég vel hérna leið sem heitir notum leiðurinn hérna sem heitir neyslu var kalt, þessi hérna, P, neys kalt. Og við byrjum að teikna. Það er ágætt að stilla sig á top viewið. Og bara miða við að þessi hérna séu rétt að
svona og hérna inn í tengikassan. Kíkjum aðeins á rúmmyndina, sjáum hvort það sé ekki rétt hjá okkur. Þetta er það sem við vorum að teikna. Þetta lenti rétt hérna í táknunum fyrir hérna tengipunktarnir á vasaefninu. Höldum áfram, það er bara lænskipunina og tengjum okkur hérna áfram í þessu áttina. Skoðum aðeins toppjúið og skulum þá bara hérna að taka þetta hérna þá, þess að leggur sig og múa það til hingað. Svona, kíkjum aðeins í rúmmyndina. Þannig að það var það rétt. Við ætlum að geta trimma til línuna hérna ef allt er rétt hjá okkur og færum við til svona endan. Svona. Samt er hann að gera eitt með þetta hérna, ef við velum þetta allt saman aftur svona og fyrir svo í move og færi veggir sem að nemur cirka 50 mm svona. Þá erum við að staðsetja svona aðeins inn í vegginn og það er að það plássa fyrir heita vatni hérna. Gerum svona. Skulum halda áfram með þetta hérna, förum hérna með kalda vatnið. Það skal hingað inn, hérna fyrir hornið og frekar þá kannski byrja í þessu áttina, svona og tökum svo línuna og festum hann svona. Og kalda vatni í veggnum komið. Hinn leirinn er neysluvatn heitt. Það byrjar bara þessum heilapunkti og við vinnum okkur inn í kassan hérna. Smelli hérna punktinu og segja hann að áhafa þessu og við förum hérna 120 mm. Neysluvatn er komið hérna og ég held áfram með það inn í sturtuna. Enda hér, kveiki svo hérna. Svona. Við bæta við á deilikistunni hérna. Við notum okkur þetta allan hér. Við erum í kópi og ég einfallega kópera mér eitt eintak hérna og kom að hafa hann inn í veggnum. Þannig að komum við fyrir svo hér. Svo múum við hann til. Svo þetta er svolítið að taka við. Getur líka slöft hérna á ábjörsnappinu rétt á meðan ég er að færa hana. Er á græna punkturinn eitthvað eftir í okkur. Hún er hérna inn í veggnum, svona, undir handleginni. Við gerum það sama áðan, ég fer hérna í hægri smelli, svo hérna, hægri smelli, Properties hérna næst niðri. Og ætla að breyta hérna thickness í 150 á marki. Ég ætla að breyta star segment í
50 og N-Sigma til 50. Ég hugsa þetta og ég ætla að grípa hérna í lágpunkti hér og í staðinn fyrir þessu 500 og minnka hann alveg niður í 200. Svona. Þetta duði okkur til þess að við getum teiknað tengikísluna í réttri nægilega stórum skala. Ég ætla líka að sprengja upp þetta tákn hérna því að það textinn fyrir. Explode. Þannig að þetta tekið þannig að handla þetta stað hérna. Ég sé þetta sannlega bara það kom bara hingað til að byrja með. Sama með vassalitins táknið. Ég explodea það og færi til textan. Við erum ekki að ágjöra þessu hérna, það mætti alveg færa þetta hérna rétt aðeins framar og við erum hverfa hérna akkurat inn í lagnina hjá okkur, þannig að færum þetta örlítið framar, við svolítið sjáast. Síðan fyrir við og teiknum upp smá tengipunkta hérna þar sem okkur að vera í neysluvægt heitt yfir í svartkúlu eða hring. Kveiki hérna aftur á ábyrgsnappinu og ég dreif mig svona áfram hérna og cirka hérna einhvers staðar þá ætla ég að búa til hring sem 5 mm í radíus. Á sama hátt ætla ég að teikna hérna hring fyrir neysluvatnið. Dreif mig hérna inn, fer hérna áfram. Hérna einhvers staðar hérna að teikna hring sem 5 mm radíus. Svona. Síðan myndi ég vilja sjá hvað þurfum við marga punkta. Það einn hérna fyrir þvottahælina, einn kaldur, það einn kaldur og einn heitur fyrir eldhúsvaskinn. Það einn kaldur og einn heitur fyrir útisturtu og það einn heitur fyrir heita botninn. Þetta eru 3 á hvoru. Við kunum þá taka þessa punkta hérna og ljóma það. Veljum copy og skulum fjölfalda hérna. Veljum þess hérna. Það sé einhverja grænu punktur hérna, sé ekki virkur. Fjöldum hérna og skulum hafa bílur á milli þeirra. Skulum hafa bílur á milli þeirra um 50 mm. 50, þetta og aftur 50, nei, seinna alltaf þarf að vera 100, svona. Núna ætla ég að sýna ykkur hvernig við tökum röðlagni hérna í svona boga. Það var að gera þetta aðeins betra þetta en sést hérna. Byrjum hérna á neysluvatni heitt og ég tek fyrir Splint Fit. Hérna. Aðeins að hugsa sko. Við þurfum að koma heita vatni hingað, heita vatni hingað og heita vatni út. Köldu hingað og köldu hingað. Á þess að krossi. Spurningum við taki heita vatni fyrst hingað. Önnur lögn hérna í útistustuna og þriðja lögn fari hérna út í heita botninn. Ég myndi byrja þá bara heita botninn og láta það vera þessa hérna. Ég taki lögn hérna beint út, svona. Svo taki ég lögn hingað. Beint út í hurðina og svo myndi ég sveigja mér hérna og tækja heita lögnina. Tökum 2 punkta hérna og þess að rétta aðeins af svona, og tökum svo beint hérna út hérna og endum hérna í hérna út á endir. Það sem ég gerði til að snúa þessu svona, ég hélt inn í Shift takkanum, takk í frá Ctrl og Scroll takkanum og þá getur snúið teikningunum svona frílans. Ég gerði þetta til þess að geta gripið í
endan hérna niðri. Ég held áfram, ég tek hérna aftur spline fit. Ég var búinn að stilla á þessa hérna stillingu hérna, þessa alveg reynum. Pólotrekning F10. Nota þannig hérna, hann myndi fara í útistustuna. Taka lögtina hérna, svona. Reynum að rétta af hérna þessari löngu leið. Erum hér og endum hérna í útistustunni, fíknum eftir. Þetta er kannski ekki alveg skoteld. Við reynum okkar besta. Við getum alltaf gripið í bláu punktuna og reynt að stilla þetta aðeins af svona. Við höldum áfram. Já, hvað er ég? Hérna. Við erum að taka eina í viðbót sem er þá í eldhúsvaskinn. Svona. Nei, hún datt eitthvað niður hérna, sá ég. Hún einhvern veginn að greipa sig hérna niður í Þetta er bara undó. Það er hérna. Hún að greipa tækifæri aftur. Fer hérna beint út, svona. Svona. Og hérna fara með bara minni línunni. Svona. Svo stilla mig áfram hérna. Svona, og enda svo hérna í heita vatninu. Þetta er getum alltaf dregið aðeins til. Þá reynum við kalda vatnið, neysluvatn. Kalt. Hérna. Þessi er fyrsta. Ég fer hérna í þvottavélina. Spurningum að taka bara hreinlega svona áfram. Nei, ég vil ekki gera það. Ég vil að fara til hliðar. Svona. Og reyna svo tylla mér hérna á milli inn í síðasta punktinn. Svona, ábyggunin svona. Næsti punktur hérna færi þá í þessu vaskinn, eldhúsvaskinn. Hér. Þetta náttúrulega reynið þið bara og við reynum að fara bara hérna á millilínuna alla leið, eins og látt að við komumst. Svona, og svo einhverju tímapunkti þá þurfum við að krossa okkur hérna yfir hvort er. Þetta er hérna 2 hérna. Svona. Og svona, og þetta er. Reynum að læta það lítið til. Svona, og þá er bara einn eftir sem þarf að fara hérna út í sturtuna. Hérna er ég komið með alla lagnar út. Þá förstu lögnina hérna sem er í veggjum og svo rörkerfi hérna úti. Það er eitthvað niður svona, þetta verður komið. Það er búið leitband, næsta miðbandi þá ætlum við að sýna hvernig ég býr til töflunar. Skoðum að sem hérna, hvernig ég býr til töfluna. Og setja hérna texta hérna. Skýringartextan með.
og eins hvernig við bætum við þessum texta hérna.